Morgunverðarfundir Advania. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða. Góðan morgun. Ég heiti Sverrir, eins og Bjarki sagði, og er ný starfsmaður Advania og einmitt síðustu 8 ár var ég að vinna hjá þessu fyrirtæki sem reyndar heiti núna Forcepoint og leiðandi í heiminum í gagnaöryggi. Þannig að gagnaöryggi dálítið minn tebolli og ég geti talað við ykkur í mörg ár án þess að stoppa um gagnaleika og gagnaöryggi og tengd efni, en það kannski ykkur í hag að við höfum aðeins minni tíma það. En gagnaleikar ekki nýtt fyrirbæri. Þeir hafa í raun og veru átt sér stað síðan að upplýsingum var troðið í rafrænt form og fólk byrjaði að glamra á lyklaborð. En undanfarin ár hefur hins vegar átt sér stað mikil aukning og ég heyri ykkur öskra á mig af hverju þessi aukning, Sverrir. Hún tengist í aðalega að fólk almennt farið að gera sér grein fyrir verðmæti upplýsinga. Hvort sem að það í beinurum peningum eða einhverjum öðrum ávinningi. Við erum alltaf að sjá gögn sem að okkur kannski ekki ætlað og með aukinni meðvitund verðmæti gagna að þá verða þau sífellt merkilegri í okkar augum. Þau eru kannski ekki verðmæt fyrir okkur en kannski fyrir maka eða vini eða ættingja eða einhver hagsmunahópa sem að við tengjumst. Og tölvuþrjótar eru þar ekkert undanskildir. Þeir gera sér líka grein fyrir því að það hægt að búa til verðmæti úr upplýsingum og það hefur leitt af sér að þeir eru á eftir gögnunum, hvort sem að gögnin eru ætluð til sölu eða samkeppnisforskots eða lausnagjalds eins og við sjáum með aukningu í rannsóknir undanfarið. Aðrar ástæður eru líka að fjöldi notenda sem vinnur með gögn eykst á hverjum degi og gagnamagn margfaldast og það náttúrulega hefur bara sín áhrif og rafrænu miðlum fjölgar stöðugt sem að býr til fleiri útgönguleiðir fyrir upplýsingar og það verður auðveldara fyrir okkur að dreifa þeim. Og eins og Bjarki minntist á, þá erum við komið með gögnin á fleiri og fleiri tæki. Við erum með þetta á fartölvum og spjaldtölvum og símum og auðvitað viljum við geta tengst hvaðan sem af því að þá getum við unnið hraðar og betur og fyrirtæki vilja veita þennan aðgang af því að ef þau gera það ekki að það getur hamlað samkeppni eða gert fólk óánægt. En varðandi mögulega gagnaleika þá yfirleitt talað ytri og innri hættur. Það sem að ytri hættur eru þrjótarnir með sína vírusa og óværur og innri hættur eru þá starfsmenn og tengdir aðilar sem að nær þá til samstarfsaðila og verktaka og svo framvegis. Að minni reynslu þegar gagnaleiki á sér stað þá rosalega algengt hjá fólki að fókusa bara á ytri hættunar. Við tölum að það var ráðist á okkur. Við vorum hökkuð. En staðreyndin sú að gagnaleikar hefjast rosalega oft á óvilja verki eða mistökum starfsmanna. Dæmi að starfsmaður sendi tölvupóst á vitlaust netfang, auto-extins, autocomplete rosalega skemmtilegt. Við sendum vitlaust viðhengi, við sendum á hóp og gerum ykkur grein fyrir hver var í hópnum. Við hlóðum gögnum upp í ský og kannski afsöluðum við gögnunum. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt af því en það eru til skýjaþjónustur sem að bjóða upp á frítt geymslupláss og ef þið lesið smáaletrið í license agreement að þá veitið þið aðilunum eignarrétt á gögnunum líka með því að nota þjónustuna. Og hvað eru margir sem að lesa license agreement á hugbúnaði og hugbúnaðar? 3. Starfsmaður týndi síma eða tölvu var stolið og svo framvegis. En samkvæmt Forrester þá tengjast í dag 27% allra gagnaleika óviljaverkum og mistökum starfsmanna og sú tala hækkar í 58% ef að stolnum tölvum og símtækjum bætt við. Og þessi 58% tala hefur reyndar aðeins lækkað síðustu ár út af aukningi gagnaþjófnaði en síðast þegar ég tjekkaði þá var 58% ennþá meir en helmingur nema að menn fara eftir 60-60 reglunni. Og bara til dæmis í London þá koma 50.000 símtæki og 3.500 fartölvur í tapað fundið í Transport Property Office. Og við spáum oft ekki einu sinni í því hvaða gögn fara út á síman okkar. Og við notum síman okkar mikið
Í raun og veru svo mikið að borgaryfirvöld í Augsburg í Þýskalandi, þau voru að færa gangbrautarljós niður í götuna því að fólk svo upptekið í símanum að það hefur ekki tíma til að líta upp. Við erum komin á þetta level, þetta annar frábær áfangi í sögu mannkyns. Það hefur svo líka færst í aukana að starfsmenn leiki upplýsingum viljandi og það í raun og veru bara af sömu ástæðu. Starfsmenn gera sér miklu meira grein fyrir verðmæti í gagna, þeir geta auðveldlega orðið sér út auka pening eða ávinning með því að láta upplýsingar að hendi og oft tengjast ytri og innri hættur með þessu móti. Það getur verið miklu auðveldara og fljótlegra fyrir þrjóta út í heimi eða hér á landi að finna sér samstarfsmann innanhús í stað þess að reyna að hakka sig í gegnum einhver öflug tölvukerfi. Nú eða þá starfsmæðurinn vildi bara skaða fyrirtækið vegna einhverja saka eins og þessi rússneski flugvallarstarfsmæður daginn sem var mjög ósáttur að missa vinnuna. Það var kannski ekki gagnaleiki í þessu en það var allavega hakka því hann hakkaði vélina í spað og það lag kannski vökvi. En lykilatriði í gagnaöryggi að ef að fyrirtæki hefur ekki yfirsýn yfir það hvernig viðkvæm gögn hreyfast, þá hefur það ekkert öryggi. Það verið að heyja stríð gögn fyrirtækja í hver einustu viku, en flest fyrirtæki vita bara ekki að því. Af því að okkar öryggisnálgun hefur alltaf verið, við ætlum að búa til hennan vegg, hennan eldvegg og passa bara að sem minnst komist inn. Þannig í tölvudeildum margra fyrirtækja í dag talað að ef við sjáum það ekki, þá bara gerðist það ekki. En áður en við höldum lengra að tala gagna öryggislausnir, þá vert að minna á að 100% gagnaöryggi, það ekki til. Og það bara út af því að Palli var ekki einn í heiminum. Og fólk lappar inn og út úr fyrirtækjum og við leitum ekki á þeim, við skoðum ekki hvað var í töskunum, við skoðum ekki myndirnar á símunum eða hvað þau skrifuðu niður á gula miða og hvert þau hringdi í. En markmið gagnaöryggislausna að takmarka áhættu á gagnaleika í tölvutæku formi. Ytri ógnir, þær eru síbreytilegar, árásir verða alltaf öflugri og flóknari og þær breytast, þannig að það endalaus eltingaleikur. Og innri hættan, hún alltaf til staðar. Og þannig að gagnaöryggislausnir, það gera ráð fyrir að óværu séu komnar inn. Þetta hugsað svona sem síðasta vörnin. Það gera ráð fyrir að óværan sé komin inn til að taka gögnin og að starfsmenn geti gert mistök og fari kannski ekki alltaf eftir reglum. Þannig að gagnaöryggislausnir og jafnvel einföldustu reglur geta takmarkað áhættuna verulega. Dæmi einfalda reglu, gögn X, þau megi ekki fara út vefinn, það sama hver sendi þau þótt að sé forstjórinn. Það kannski engin tilgangur í að þessi gögn fara út vefinn, af hverju þá bara ekki að koma í veg fyrir það? Gögn í mega hins vegar fara út vefinn, en bara ef aðili A sendur þau til aðila B. Þá bara búið að taka einhver ákveðin gögn og þrengja niður hver má senda þau og hvert má fara. Við erum kannski með samstarfsaðili í bæ, það kannski einhver endurskoðandi eða einhver annar aðili sem má fá þessi gögn og þannig að við leyfum sendingar þangað. Gögn X og Y eru sjálfkrafa dulkóðuð ef að þau færð út á minniskubb eða útlægt drif og það bara hægt að skoða í fyrirtækjatölum. Setja rekjanleiki á kennitölur. Einhver myndi segja að loksins var það jákvætt að við Íslendingar hengjum kennitölur í allt. Við hengjum þær í nánast allar upplýsingar. Persónuupplýsingar, viðskiptamannaupplýsingar, starfsmannaupplýsingar, alla samninga, þetta inniheldur allt kennitölur. Þannig bara með því að rekja kennitölur, það gefur okkur ótrúlega góða yfirsýn yfir mjög mikilvæg gögn sem gera verkum að það verður auðveldara fyrir okkur að sjá hvað að gerast. Og gagnaöryggi snýst nefnilega ekki bara að blokka, það snýst líka að fá bara þessa yfirsýn sem að hjálpar okkur síðan að taka á mannlega þættinum. Af því að oft á tíðum gerir fólk sig bara ekki grein fyrir því að ákveðna starfsaðferðir stofni gögnum í hættu. Nú, að lokum, þá útbreiddur misskilningur
að fólk heldur, það hrætt í svona hugbúnað, það heldur að það skrái allt niður sem að hugbúnaðurinn geri, sem að fólki geri, og það ekki rétt. Í raun og veru þá tekur svona, það til hugbúnaður sem gerir það, en það ekki gagnaöryggishugbúnaður. Hefðbundinn gagnaöryggishugbúnaður, hann skráir bara hreyfingar á gögnum sem eru þá skilgreindar gegn reglum fyrirtækisins. Þannig ef að starfsmaður tekur ekki gögn X og færi þau á einhvern ákveðin stað sem hann átti ekki að gera, þá ekkert í atvikaskrá. Þannig að þessi hugbúnaður þegar hann settur upp, hann gerir ekki neitt. Og svo bendir honum á einhver gögn, þetta eru gögnin sem átt að fylgjast með, og ef þau ekki hreyfð á hátt sem að brýtur gegn reglum, þá ekkert í atvikaskrá. En á upplýsingatæknideildin bara ekki að sjá þetta. Og stuttasvari við því nei, en aðeins lengra svar að UT-deildin, hún á kannski ekki einu sinni að hafa aðgengi að gögnunum sem eru til umræðu, ekki einu sinni þegar þeim lekið eða dreift, og í flestum tilvikum þá UT-deildin heldur ekki vel í stakk búin til að meta skaða eða áhrif af því að persónuupplýsingar eða gögn leki. En staðreyndin hins vegar sú að allt og mörg fyrirtæki, þau setja upplýsingaöryggi eingöngu í hendur á UT-deildinni. En að sjálfsögðu eru það stjórnendur og eigendur og ábyrgðarmenn gagna, hvort sem að það eru framkvæmdastjórar, deildarstjórar, skjalaverðir eða regluverðir, sem að þurfa að koma að málinu og spila saman með tölvudeildinni, sem að leggur þá í raun og veru bara til tólin til þess að framkvæma þessar reglur. Það líka áhugavert að minnast kannski á að ESB reglugerðin, nýja, sem að Hörður Helgi myndist á, það talið að hún muni búa til 28.000 ný störf af Data Protection Officers í Evrópu. Þannig að þessi reglugerð, hún muni hafa gríðarleg áhrif í gagnaöryggi. Morgunverðarfundir Advania. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða.